Þegar þetta var tilkynnt þarna í febrúar þá í rauninni gefið þessu bara heiðilegan séns og byrja að skoða málið. Fram að því hef ég verið á móti því Ísland færi inn í Evrópusambandi, af því ég er bara í tæknigeiranum og ég er bara búin að sjá áhrifin sem að Evrópusambandi hefur haft í þeim geira með alls konar regluverki sem hefur kæft eitthvað áður en að það fór í rauninni af stað og meðan Bandaríkin leyfa oft tækninni svolítið bara að fljóta og sjá hvort hún fer og koma síðan með reglusetningu eftir á og þessi dýnamík var eitthvað sem að ég fór inn í þetta með en síðan bara leggst ég bara yfir þetta bara hvað er kostnaðurinn og hver er ábatinn bara kostnaðar ábata greining og bara þegar ég lagðist yfir þetta þá komst ég að þeirri niðurstöðu fyrir mig og mína fjölskyldu þó ég kjósi ekki fyrir að dætur mín hafa ekki kosningarétt og kona mín kýs eins og hún vill sjálf að þá er þetta bara þannig að við höfum of mikla tapa og áhættan er of mikil við erum að fjölga óákveðnum niðurstöðum í framtíð Íslendinga umfram það sem við vitum í dag. Þannig að ég segi bara, þú veist, og svona mín nálgun, það sem ég langar kannski svolítið að tala hérna, er bara sönnunarbyrði þeirra í málinu sem að fara fyrir því að Ísland fari inn í Evrópusambandið, hún er mjög mikil. Það er verið að selja íslensku þjóðinni það að þetta gangi upp. Og því miður einkennist málflutningurinn að mínu viti af svona blekkingarleik. Ég er ekki að segja að fólki sé endilega óheiðilegt. Ég er bara að segja að það er verið að hagræða hlutunum þannig að jákvæðu hlutinir séu mjög skýrir og síðan er einhvern veginn ekki tala um neikvæðu hlutina. Og það finnst mér vera mjög vont í umræðu þegar það eru augljóslega kostir og gallar við báðar hliðar. Og þetta minnir mig óneitanlega mikið á umræðuna með Brexit. Að þá voru strætóar plaggaði með að heilbrigðisstofnun Bretlands myndi spara svona marga milljarða tugi á viku og allt þetta og sönnunarbyrði þeirra sem vildu fara út var mjög mikil og þeir náðu yfirhöndinni á sama hátt og einhvern veginn jásinnar hér á Íslandi í þessum umræðum ætla einhvern veginn að reyna að fara með okkur inn á einhverjum staðreyndum sem haldi ekki vatni og er allar hræktar. Við erum nú bara ekkert sammálausu fólki í Evrópu upp til hópa. Þetta fólk er búið að taka rangar ákvarðanir í orkumálum og steypa yfir sig glötum þar og meðan við Íslendingar höfum þó haldið mjög vel á spöðunum þrátt fyrir lægðar tímabil í 10-12 ár sem átt í staða sem við vorum ekkert að virkja og annað. Lýstu aðeins fyrir okkur hvernig Evrópa hefur stýrt sínum orkumálum. Já, það bara á meðan aðrar þjóðir voru að auka orkuöflun hjá sér og tryggja iðnaðinn sinn, þú veist, hjartlöndin í Evrópu hafa verið þannig að þau byggja iðnaði. Velsæld í Evrópu byggir að stór leyti á því að það er bara fólk sem mætti í vinnuna í einhverja verksmiðju, setti saman einhverja bíla og fullt af flottum hlutum og ískapum og tækni og þannig reis Evrópa upp eftir stríð. Það var bara rosa mikið lagt í uppbyggingu og framleiðslu. Veist, það var allt í rúst í álfunni eftir stríði. Sko. Það var bara suma borgi sem var ekki eitt standandi hús í nánast. Sko. Þannig að það er bara gríðalegur árangur sem náðist í þeirri uppbyggingu. Og síðan einhvern veginn byrja þessi öfla herja á Evrópu, þú veist, einhver geta sagt að þeim sé stýrt frá öðrum löndum sem að vilja okkur vont, en aðri geta líka sagt að þetta sé bara náttúrlegu ryþmi, hugmyndafræði sem að gengur yfir lönd, að þú byrjar á því að fara í þessa gríðalegu uppbyggingu, byggir reisir orkuver, ímsa máta kólorkuver, vassafl og kjarnorkuver og eitthvað í Evrópu, bara bombar þessu fullu upp og síðan einhvern veginn er komið gríðlega mikil orka og þá fara allir að segja, en býtu, við viljum ekkert hafa kjarnorkuver, þau eru bara hættuleg, við viljum ekki hafa kólorkuver, þau eru út af global warming og nattrætni hlýnun, sko. Og þetta er þessi fórnarlambsmenning að bara eitthvað, ég fæðist í velsæld og ég þarf að skammast mín fyrir það. Í staðin fyrir að halda áfram á sömu braut, halda áfram að byggja upp landið mitt, halda áfram að ná árangur fyrir það og síðan verði bara að vona það að öll lönd sé í sama pakka, þannig að engum líði það illa þau þurfa að fara að ráðast á einhvern annan, sko, eins og sagan er bara þannig. Þannig að þú ert með alla þessa innviði sem við höfum byggt og þú veist, Þýskaland var til dæmis bara að sprengja kjarnorkuver. Þau voru bara að loka kjarnorkuverum og sprengja þau. Þau voru að fylla kólanámur af vatni af því að þau svona tákgrænt að sína fram á og þau voru búin að snúa í blaðinu. Hvað er að gerast núna? Kanslar Þýskalands var að segja að það eru 10.000 störf sem er tapast í bara í bílaiðnaði Þýskalands á mánuði. Já, Volkswagen var að segja upp 100.000. Já, algjörlega. Einu bretti. Þetta er bara sturlaða tölur og bara ef við spólum þetta fram í tíman, hver var ákvörðunin
sem var tekin hana 2012 að byrja, þetta kemur slys í Japan og eitthvað, en það bara, það lá fyrir þá og það liggur fyrir í dag að kjarnorka minnst hættulega forma orku sem við höfum í fjölda dauðsfalla yfir tíma og þú veist, þetta bara hugmyndafræði sem við erum bara ekki sammála. Íslendingar eru ekki sammála því og við samsörum okkur ekki með fólki sem segir að það þarf minni orku. Við byggðum og komum okkur úr torfkofum á síðustu öld út af því að við byggðum hitaveitu og rafmagnsveitu. Það kom okkur upp úr torfkofunum. Við erum heldur ekki sammála þeirri stefnu sem að í innflytjendamálum. Auðvitað eru við lengst norður í Atlantshafi og það auðveldara fyrir okkur að segja það að við ætlum ekki að gera svona hinsegin hluti þegar þú ert ekki með landamæri við lönd sem í vanda. En það bara algjörlega augljóst að það búið að ofnota og misnota kerfi sem að við af góðum hug setjum upp og þá kannski tala eins og í Evrópu, það bara sett upp mjög góðfúsleg kerfi til að hjálpa fólki í neyð. Það eitthvað stríð í Sýrlandi sem keyrt áfram í baku tjöldin af 2 fylkingum, þú veist, einhver svona proxy war eins og að kallast, það sem Rússar að valda usla og reyna að láta fólk flæða síðan yfir norður Evrópu og norður yfir til Evrópu og síðan ertu bara með allt þetta fólk á vergangi og þú veist, við getum ekkert tekið þátt í því en Mér finnst þetta reynda að vera eitt stærsti þátturinn sem ég veit reyndar að bara fólki finnst mjög óþægilegt að tala að Evrópa bara komin á hnén, komin í rúst út af þessari innblindastefnu. Já, og það sem líka í þessu að þú veist, orkumálin, þú ert með innflytjendamálin, þú ert með málefni varðað frelsi til að tjá sig og annað, þú ert með nokkur svona mál sem eru grundvallar sjónarmið og grundvallar mál og gallinu við öll þessi mál að þau komi ekki fram strax. Þú getur tekið ákvörðun að sprengja kjarnorku 2012 og síðan bara gerist eitthvað 2026 er verið að segja upp 100.000 manns sem Volkswagen. Já, eða það kemur bara stríð og þú veist, síðan springur ykkur gasleiðsla og það bara allir sem þurfa að vera úlpu af því að það ekki til hitum veturinn í bara Þýskalandi Ég að segja að þau eru framkvæmdavaldið og löggjafavaldið og þau eru að setja þetta fram með óheiðlegum hætti. Þing meðferð málsins var forsvaranleg, bara ömuleg meðferð í þinginu og forsvaranleg og þetta var lagt fram með þeim hætti að upplýsingarna komu seint ef aldrei. Upplýsingum var haldið í einhverjum leyndum herbyggjum. Þingsályktunum til að hann var rusl þegar hún kom fram. Fyrsta spurningi sem sett, það sögðu allir sem að vissi eitthvað í sinn haus það mál að þessi spurning væri ólögleg samkvæmt stjórnarskrá og íslensku lögum. Samt bara að fara á fullu gasi í alla þessa hluti og allt þetta, þau eru afturreka með þetta allt saman. Og það það sem ég finnst, þú mátt alveg trúa að Evrópusambandið sé gott og þú mátt alveg tala fyrir því og það bara flott að við búum í landi sem að fólk getur sagt sína skoðun en það að stjórnvöld misleiði okkur fólkið með þessum hætti, það eitthvað sem ég get ekki staðið fyrir. Við vitum að ráðamenn í Brussel að 29. ágúst ef Ísland myndi segja já í þeirri atkvæðagreiðslu þá myndu ráðamenn í Brussel ekki líta svo á að segja, já hörru, hér eru við komið með Ísland sem ætlar að fá að kíkja aðeins í pakkan. Þeir að koma og alltaf svona að kanna þukla á pakkanum? Nei, ráðamenn í Brussel, þeir myndi líta svo á herru, við erum konum með umsóknaríki sem hefur hafið umsóknarferli inn í Evrópusambandið og nú ætlum við að hjálpa þeim að aðlaga sig að okkar sáttmálum og stofnana umgjörð og allt það og það ekki neitt í myndinni að þeir líti svo á já, hörru, hingað eru Íslendingar komnir þeir ætla að fá að kíkja eins, við ætlum að sýna þeim hvernig þetta gæti hugsanlega verið bara hefst ferli þar sem við erum að byrja að gerast aðilar að Evrópusambandinu. Algjörlega og bara rétt eins og Ólafur Ragnar Grímsson benti á í morgun á Bylgjunni eftir hennar fund, hann var að fylgja eftir þeirri orðræðu að þá þetta bara þannig að ekkert land hefur sótt að fara í samningaviðræður við Evrópusambandið af því það ekki í boði. Evrópusambandið með grunnsáttmála sem að verður ekki breytt og það liggur fyrir og allt sem hægt að gera sérstaklega fyrir þær þjóðir sem farin í Evrópusambandið eru tímabundnar og takmarkaðar. Þetta mjög skýrt og öll rökin eru þarna. Þetta eru staðreyndir. Þetta ekki til umtals. Annars vegar þetta líka það að það liggur fyrir hvað Evrópusambandið fyrir okkur Íslendinga. Það ekki eins og Evrópusambandið hafi reynt að leyna því hvernig það og hvernig það virkar. Þetta bara eins og ef ég að fara út að borða og ég ætla að fara á matsölustað þá það nú þannig, ég get farin á vefsíðuna hjá matsölustaðnum og skoða hvað í matinn Það eru 30 réttir á boðstólum
og ég get ekkert mætt á veitingastæðan og sagt bara, herru, ég komir til að semja ég ætla þessi réttu númer 3 og 5 getið ekki breytt honum og svona sett á svolítið saman og já, síðan ég síðan við svolítið svona, getið þið gert svona fyrir mig Veist, það eru takmörk fyrir hvað þetta gera og getur sleppt einhverju hráefni en þú ert ekki að fara að breyta einhverju réttum það er nú þannig að Evrópusambandið öll lög Evrópusambandsins eru opin og eru bara PDF-skjöl og heimasíðu Evrópusambandsins fólk getur fara að lesi þetta eru 20.000 blaðsíðna af lagateksta og ég veit ekki að fólk sem ætla að fara að skoða þennan matseðil sem er þessi lagapakki ætla að fara að lesa 20.000 blaðsíðna milli 29. ágústs og dagsins sem að við munum þá væntanlega kjósa ef við fáum að kjósa aftur það að fara inn í Evrópusambandið bara ég ætla ekki að lesa það sko bara sorry, ég mun bara segja nei að því ég veit að þetta er eitthvað ógeðslegt laga umhverfi sem að við værum að binda okkur að ný og er ekki okkur til hagspóta eftir mína rannsóknir þannig að þetta er svo grátbroslegt að sko vegferðin byrjar þannig að það er bara, við ætlum í Evrópusambandi stofnum flokk til að fara inn í Evrópusambandi það er gert, það er stofnaður flokkur til að fara inn í Evrópusambandi ekki á þeim forsendum að við ætlum að semja á Evrópusambandi eitthvað, heldur bara ótvírætt við ætlum inn í Evrópusambandi síðan núna 12, 13, 14% í kostningum algjörlega og hann er komin núna bara með annan fótinn og bara flott hjá þeim bara vel spilað pólitískt að þau séu ná þessu fram það er bara vel spilað og þessi flokkur er búin til að gera það þau setja þetta á borðið þau setja þetta fram með illa undirbúnum hætti eins og þau hafa bara byrjað á þessu í janúar þessari hugmynd sinni þessu er illa sett fram það er staðnendir tógar og núna er aðal orðræðan að kíkja inn að pakka og þau eru að lítið lækka vegferðina sem þau eru að tala fyrir þau eru að segja, nei, við erum ekki að fara í Evrópusambandi sko kostningin Evrópusambandi er ekki spurningum hvort við ætlum í Evrópusambandi þetta er bara spurning við ætlum að fá að skoða og eitthvað Akkur gerðu við það ekki síðustu 10 ár? Hvað eru þið búin að vera að gera sem flokkur? Þið voru stofnuð utan þetta málefni. Þetta er svo ótrúverðugt að það næri engri átt. Veist, ef ég get skilið fólk eftir með 2 hluti. Bara sönnunarbyrðin er í ámegin. Þau vilja breyta ykkur. Þau vilja breyta status quo, því sem er í gangi í dag. Og að við þurfum að hugsa er mögulega ykkur áhætta við að breyta á þennan veg. Er mögulega ykkur áhætta? Ef svarum við því já, þá þurfum við hvert á eitt okkar átt okkur á þeirri áhættu. Auðvitað er kannski ykkur ávinningur þarna og það eru ykkur nokkur rök sem standa eftir að séu vextir geta verið 0,25% til 1% lærri og eitthvað eins og kom fram í skýsluna þarna daginn. En í heildina þá er áhættan sem fylgir í að fara aðnin og það eru allir þessi sérfrængar sem er að stiga fram og vara við því. Hún er fáránlega mikil sko. Og er áhætta líka, myndur þú segja, bara við það að fara í aðildarviðræðurnar? Algjörlega. Þetta er bara, þú veist, þú ert komin hálfa leiðin, eins og Ólafur Ragnar bendir á, þá ertu að byggja þetta á bréfi sem að Ísland sendi til Evrópusambandsins, sem að Jóhanna og Össur skrifa undir. Það er plaggið sem að er notað og er vísað í. Og það var bara, við ætlum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Þá, þú veist, eins og Ólafur Ragnar Grímsson segir, það þarf ekki þjóðaratkvæðagreiðslu til að sækja með Evrópusambandið. Þorgerður Katrín gæti fara á morgun og sóttum aðild að Evrópusambandinu af því að hún hefur framkvæmdavald þjóðarinnar í höndum sér. Og það væri löglegt og Evrópusambandið myndi horfa á það og segja bara takk fyrir að vilja koma inn í Evrópusambandið, kæra þjóð. En síðan allir allt vitlaust á þinginu og hún er í feld og allt það, skilur. Þannig að, þú veist, þetta er það sem er í gangi og En rétt í lokin, ef við segjum að við gefum okkur að það verði svarað með neigi 29. ágúst. Þegar verður svarað með neigi og þá eru þetta mál þannig séð afgreitt formlega úr systeminu, ef svo má segja. Þannig að það verður örglega tautað og nöldrað á okkur spjalláttum og í kommentarkjörum. En hvað myndirðu hvernig myndirðu lýsa hvað ætti Ísland að henda sér í að gera strax 30. ágúst til þess að tækla verðbólgu og svo framvegis því að við gefum okkur það að ríkisstjórnin hún er bæði í sumarfríi og hún hefur ekki bara fókus til þess að pæla inn einu öðru heldur en þessu ESB-dæmi núna en þegar að ESB-máli er frá hvernig myndið þú halda að best væri að fara að taka til hendinni? Já, bara skera niður og
hætta því að eyða peningum sem ekki til, sem að framtíðar kynslóðir munu þurfa að borga og börni mín. Akkurat. Þú veist, punktur sko. Og mætti bara benda á Reykjavíkumódel Hildar Björnsdóttur strax. Og það eru bara fullt að leiðum og ég er ekkert að tala að fara með keðjusögunars míli á íslenska stjórnkerfi sko. Ég get bara bent á það, gervigreindin er að koma mjög sterkinn og flest þjónusta ríkisins sem er ekki læknisþjónusta eða að kenna og allt það sem er þessi grunnþjónusta er þjónustu, eru þjónustuferlar og það er að taka þá og hakka á niður eins og gert með Stafræn Íslandi en síðan þurfa uppsagnir að fylgja í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til 2031 þá segir 1% af opinberum starfsmönnum 1% og ég er að horfa á það fyrir 2031 ég veit ekki hvort að 30% af störfum á Íslandi verið til samt á þau ætla að segja 1% og maður er bara, herðu, þú veist ég veit alveg hvað er þetta að byrja sko, af því að þú bara heimurinn er breyttur og þú veist, síðan þarf að taka á því að það sé ekki vera að dæla peningum inn í gegnum ríkið, þú veist, það er allt og mikið tekið af fólki í formi skatts og því er miðlaði gegnum kerfið á alls konar staði og síðan lifir fólk bara góðu lífi út af því, þú veist, fyrir skatt á Íslandi, samkvæmt Gini-stöðlunum, er Ísland einn jafnasta þjóð í heiminum, fyrir skatt síðan fyrir peningur inn í skattkerfið og það miðlar honum bara á alls konar staði og smyr mismunandi bara flokku fólksins, það er einhver hópur á samfélaginu, hann er bara í sjálftöku út af því að hann er í ríkisstjórn, við erum að fara í Evrópukosningar og hvað heldur hann fá í staðinn ef að flokkur sem er gjörsamlega móti einhverju máli, hann fæ bara full aðborað einhverju alls konar dæmi sem að Kristrún hún ringsnýst örgli í rúminu á kvöldin þegar hún veit hvað hún er að samþykja sko. Hún veit alveg hvað er að fara hann í gegn sko. Og það er bara að vera að miðla fjármunum sem er ekki til, þeir eru ekki til og það er að vera að miðla þeim á okkur staði sem er ekki uppbygging og fjárfesting. Verðbólgan er að þínum mati fyrst og fremst vegna ríkisútláta. Eina leiðin til að búa til verðbólgu er ef að ríkið eyðir umfram efni fram og peningamagn umferð eykst. Þetta eru einu leiðina til að búa til verðbólgu. Allt annað er ekki verðbólga. Allt annað er hliðrun á verði. Olía fara úr $70-110, það er ekki verðbólga. Það er hliðrun á jafnvægisverði olíu. Smá tæknilegt, en þú veist, þetta er stóra myndin sko.